Já, erum við setjum þetta eftir bræðurnir, Sigurjón, hvað segirðu hérna? Tölum svolítið mikið VG. Já, mjög. Það náttúrulega að gefnum tilefni. Já, en það nú búin að vera kannski staða sem búin að vera svolítið lengi. Já, þessi fundur núna kannski, þetta svona fyrsti stóri fundur þeirra kannski, en eini, hann þau að senda frá sér ályktanir og fleira, þetta alvöru fundur og það ekki að vona sér réttina, þetta einn af 3 ríkisstjórnarflokkunum og hvort eða eru svona álykta sem að svona heggu nærri í hinum, það verður, sjá hvernig hausti verður, það verður spennandi. En svo töluðum við ekkert svo marga flokka, að það eins og Flokk fólksins, Viðreisn og Pírata. Það sem að mér finnst þegar við kom aðeins inn á það að þeir var að berjast sama fylgið Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn. Já. Af því að ég var að spyrja því að ef að VG að leggja meiri áherslu á svona vinstri mál núna, er það eitthvað meira heldur en að Sjálfstæðisflokkurinn að reyna að búa sig til eitthvað svokölluð hægri mál? Ég meina þingflokksformaður segir að þetta sé búið og við höfum oft talað það að eða verði ekki áfram í næstu kosningum. Við höfum oft talað að þessi gagnrýni innan úr Sjálfstæðisflokknum og svona innan úr einhverju hægri að ríkisstjórnin sé allt og vinstri sinnuð og Sjálfstæðisflokkurinn ná engu sínu fram og þú þekkir þessar greinar Óla Björns sem til þess að reyna að búa til einhverja svona línu að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki ríkisstjórnin, heldur sé Sjálfstæðisflokkurinn eitthvað annað og hann sé standi langt til hægri við þessa ríkisstjórn. Ég veit ekki alveg hvort að áherslur VG núna séu þar sem að verið að færa VG meira til vinstri frá ríkisstjórninni heldur en Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að gera raunverulega í meira en allavega 1,5 ár. Alveg frá ræðu Bjarna Ben á tröppum Bessastaða þegar var verið að skipta dómsmálaráðherra sem var líklega í júní eða seint í maí eða snemmi í júní í fyrra. Og síðan þá hefur fylgi Sjálfstæðisflokksins minnkað og flust yfir á Miðflokkinn. Og að því að var svona umræða það, ég held að Þórður Snær hafi sagt að þau værið að glíma sama fylgið. Að það kannski skipt einhver máli. Að þá hef ég alltaf fylgst svolítið með þessu að ég tel saman fylgi þessara flokka. Og það var 29,8 í síðustu kosningum þegar Miðflokkurinn var bara 5% og núna það sem að Miðflokkurinn komin yfir 14%, það voru 31,8. Þannig að það eru 2% stig sem hafa færst frá öðrum flokkum til þessara flokka sameiginlega. Þannig að það er rétt sem að Þórður Snær var að segja að langstæðstu leyti þetta átök þeirra á milli og það sem að hefur gerst og það var eitthvað sem að þekkti ágætlega til hollenskra stjórnmála, var að útskýra þetta, að þegar að svona klassíski hægri flokkurinn þar tók upp stefnu frelsisflokksins í innflytjendamálum, að þá stækkaði frelsisflokkurinn en klassíski flokkurinn minnkaði. Og sömuleyti held ég að við getum séð þetta að þegar að Bjarni á tröppunum og telur sig þurfa að ávarpa vont fylgi síns flokks, að þá var hann með svona 21%. En hann komin í 17 núna, hann er mist 4% stig, hann hefur ekkert á henni sér, en samt hefur hann upplifað það að hann yrði að gera eitthvað til þess að reisa flokkin við. Þannig að það sem að hins vegar gerðist var það að Miðflokkurinn fékk einhvern veginn svona samþykkt fyrir hann á þessum tíma að þá var hann með svona 7%. Þannig að það sem hefur gerst er að 4% hafi farið frá Sjálfstæðisflokknum yfir á Miðflokkinn og auk þessu Miðflokknum tekist að ná í eitthvað svona 3% til viðbótar. Kannski frá Flokki fólksins og svona mér sýnist það á þessum tölum gæti verið það. Og svo náttúrulega er þetta ekki alveg þannig að það fari eitthvað fylgi frá einu flokki til næsta, það er náttúrulega eitthvað bara er á hreyfingu. Mér finnst þetta að vera kannski, ég held að vera skemmtileg umræða í pólitíkinni svona á næstu vikum. Getur það gerst á Íslandi sem hefur gerst í Hollandi, í Frakklandi, á Ítalíu, og að sömuleyti munaði eiginlega áherslurnar í kosningunum sem voru í Bretlandi núna í vor, voru það að nýja hægrið eiginlega stal sviðinu
og það voru allar fylgissveiflurnar voru þangað. Það verkamannaflokkur var ekki að vinna neitt, hann var bara eiginlega að tapa fylgi. Já, og aðrir voru bara að taka fylgishrun íhaldsflokksins og langmest fór til flokks Farage. Þannig að ég held að það verði spennandi að sjá á svona næstu 2-3 mánuðum hvort við fáum kannanir þar sem að miðflokkurinn mæli stærri heldur en sjálfstæðisflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn verður þá orðinn 3. stærsti flokkurinn. Já, það stefnir í það óbreyttu. Já, en þú veist það er þetta kallað línuleg jafnaði, þú reiknar með að framtíðin verði nákvæmlega eins og línan í fortíðinni, en það rætist ekki alltaf. Ekki alltaf, nei. En mér finnst það minnst ekki verið að draga úr gagnrýni inn í sjálfstæðisflokknum á stjórnarstefnuna. Mér finnst núna kannski frekar en fyrir 9 mánuðum þá eiginlega allir sem ganga út frá því að Bjarni geti ekki orðið formaður í næstu kosningum. Já, þannig það er að grafast undan honum og þar með viðurkenningu á því að hann geti markað stefnuna og hans stefna sem hann markar við myndum þessar ríkisstjórnar var það að við myndum þessar ríkisstjórnar þess að við verðum að ná fram fyrir næstu kosningarnar. Við verðum að ná tökum á verðbólgunni og efnahagsmálunum. Við verðum að ná tökum á innflytjendamálum sem hann leggur áherslu á. Og hvað ætli það hafi verið þriðja? Það var eitthvað svona mál sem hann leggur áherslu á. Og svona undir venjulegu ástandi í flokknum að þá myndi flokkurinn segja já, heyrðu þetta er stefna sem við förum og þangað ætlum við að fara í næstu kosningar. En maður heyrir það alveg núna að það hefur engin trú á því að hann gerir þetta. Og þar af leiðandi eru svona meiri raddir inn í flokknum að flokkurinn sé á einhverjum villigötum og þess vegna heyrir þingflokksformanninn og hinn og þessa svona adressa það með einhverjum hætti að flokkurinn þurfi að fara í einhverja hugmyndalega endurnýjun og allt sem þau gera með þessu þeir eru að viðurkenna það að sjálfstæðisflokkurinn hafi svikið grunnstefnu sína alveg eins og VG er sakað af sinni grasrót að þá flyst fylgið yfir á miðflokkinn sem að mér finnst vera svona eðlilega staður fyrir óánægja hægri menn inn í sjálfstæðisflokknum. Miðflokkurinn er eiginlega til hægri við sjálfstæðisflokkinn. Ekki? Jú. Hann er svolítið ólíkur Framsóknarflokknum, það er svona... Já. Ef þú ætlar að horfa á bara miðflokki sem klofning út af Framsóknarflokknum, þá færðu ekki rétta mynd, Nei. Hann er gjörbreytt síðan það var. En samt lítur, gott fylgi í miðflokksins að særa marga Framsóknarmenn. Það er ég alveg vissum. Já, þeir sem sagt fagni ekki fylgisaukningu miðflokksins, þetta er óvinir. En svo, ég taka kannski ábyrgð á því að þau tóku þátt í fundinum í Háskólabíói að veðja á að Sigurður Ingi myndi færa þeim meiri áhrif og völd í samfélaginu sem hann sannarlega gerði á tímabili. En mann hljóta þá að velta fyrir sér að hefði kannski verið bara betra að fara að halda áfram með Sigmund Davíð. Ég var með í viðtali á miðvikudaginn, þá var einn af þingmönnum Framsóknarflokksins og ég spurði hann hvort hann þætti eðlilegt að þegar að fjármálaráðherra stóllinn rak á fjörðu þeirra að Sigurður Ingi settist í hann en ekki Lilja Alfreðsdóttir, sprenglærður hagfræðingur út allan heim. Þetta er ekki mælikvarði sem er notaður Ég veit það. Það er bara goggunarröðin. Þetta er eins og með VG að þegar það kom þetta svona reyndur stjórnmálamaður þegar að Steingrímur Hermannsson fór í Seðlabankann. Þá notaði þetta, hann væri bara búinn að koma hagfræðipróf bara út af því að hafa verið í stjórnmálum í svona langan tíma. En það er sama með þegar VG missir forsætisráðherrastólinn og fær innviðaráðuneyti í staðinn sem var þá búið að tjasla saman einhverju fyrir Sigurð Inga þannig að myndi virka sem ígildi svona forsætisráðherra eða fjármálaráðherra. En þá var það Svandi sem að færi sig þangað þótt hún hafi haft með alls konar ókörð verkefni í matvælaráðuneytinu og hefði kannski verið svona, ef þetta væri fyrirtæki, væri eðlilegt að hún væri það bara áfram og væri bara fundin ykkur í innviðaráðuneytið. En þau eru mjög, þau hafa svona skynjara úti svona virðingu og respekt, hvað vil ekki taka niður fyrir sig með því að ef Sigurður Ingi heldur áfram bara í sínu ráðuneyti eða gefur fjármálaráðuneytið eftir til Lilju sem er bara þá í yfirlýsingum að hann sé að hætta og ætla að Lilja taki við. Það er sama kannastu við umræðuna sem var þegar Bjarni var í þessum vandræðum
í stólaleik sínum að hann gæti verið eiginlega að opna fyrir það að Þórdís Kolbrún taki við af sér. Þannig að þetta fólk miklu meira að hugsa svona hluti, sko. Já, ég veit það. Ég er bara að segja, sko, hvað þetta væri mikið eðlilegra að alveg Jón Baldvins að hann væri eini Íslendingur sem hefði menntað sér til forsætisráðherra. Þetta er svipað með, sko, Lilju, sko. En þá situr hún bara næsta bekk. Hún fær ekki að fara inn í, samt er hún í fjármálaráði eða ekki, fyrir hönd Framsóknarflokksins. Já, það voru formenninir, Bjarni, Katrín og svo varaformaður Framsóknar. En núna er Sigurður Ingi orðinn fjármálaráðherra, hann lítur að vera þar inni núna. Já. Þannig að hún hefur mist það frá sér. En líkurnar á því að Bjarni leiði Sjálfstæðisflokkinn í næstu kosningum ekki miklar. Nei. Venjulega ætti landsfundur að vera þar svona snemma á næsta ári. Og þá það miðað raunverulega við að kosningarnar yrðu á hausti. Ef þú ætlar að hafa kosningar að vori, kannski í apríl, maí, þá þyrftilega að ná fundunum inn í svona sent í október eða byrja í nóvember. Já. En ef þú ætlar að, jólin er einhvern veginn svo mikil hlussa að ef þú frestar í fram yfir jól þá ertu komið með hann kannski sent í febrúar í fyrsta lagi og þá eru kannski bara 2 mánuðir ef þú kjósa vori til kosninga. Þannig að þeir myndu þurfa að breyta því og á þessum fundi mun verða kosin nýr formaður. Öllu líkindum mun Bjarni lýsa því yfir að hann sé hættur, að hann átti sig á því að hann eigi ekki séns. Nema að hann ætlaði bara að spila það, að það verði ósætti mótframboðið og það komi kannski 2 sem að gera tilkall og hann geti unnið bara á sínu fylgi, verði kosin aftur formaður með 41% atkvæði eða eitthvað. Ég veit ekki hvernig hann hugsa það. VG verða með velja sér sína forystu í október. Ég er einn af þeim sem að því að svo margir sem einhvern veginn gangi út frá þessum vísu að Svandís taki við þá hef ég verið á því að það verði ekki. Og ég meta bara þannig að þetta verkefni að tjasla saman VG og ná að snúa því við sé bara svo langt. Uppskerandi kannski eftir 8 ára eða eitthvað, sko. Ég held að og mér fannst það líka þegar hún var maður hlusta svona aðeins á svona driftina í fólki þegar hún var að tala hana held ég við RÚV svona vera að klára verkefnin og svoleiðis að þá fannst mér að hljóma bara eins og ráðherra sem ætlar að sitja bara út. Það er víst eitthvað sem var að benda á það að margir af þessum ráðherrum núna er að detta upp eitthvað þrep í eftirlaunum. Þannig að þeir hafa margir mjög mikið persónulegan hag af því að teygja ríkisstjórnin eitthvað fram yfir maí eða eitthvað, því man ekki hver niðurstaðan var. Þannig að mér fannst hún hljóma bara þannig. Þannig að mér finnst þess að Guðmundur, hann hefur komið hingað, Guðmundur Ingi, og mér finnst hann alltaf hljóma eins og þetta sé eitthvað sem hann langar. Sem hann langar? Já, mér finnst það. Að vera formaður? Já, ég held það. Mér finnst hann er svona annar staðar í aldri og hann er svona annar staðar í svona bara ferðalagi með þessari hreyfingu og mér finnst svona það bara minna fyrir aftanan og meira fyrir framan, þannig að ég met það líka eitthvað þannig. En það var náttúrulega langbest fyrir VG ef þau næðu að endurnýja flokkinn og kemur bara með nýja forystu. Já, held ég. Ég held að það sé ekki snjallt fyrir VG að fara með eitthvað ráðherrann sem að segir sko að við erum búin að vera hérna í 8 ári í þessari ríkisstjórn, en raunverulega ætlum við að gera eitthvað allt annað. Ég er bara held ekki. Sigurður Ingi, hann var kjörinn formaður á landsfundi sem að þeir voru með snemma þessu árið ekki. Og næsti landsfundur er raunverulega eftir kosningar. Þannig að þar var eiginlega verið að kjósa svona óbeint. Hann er ótvíræður foringi þarna. Er það? Nei, ég veit. En þau hljóta að vera eitthvað svona býtu, er eðlilegt að við höfum aldrei mælst með minna fylgi. Já. Er það ekki eitthvað, þú nefndi Jón Baldvin sem var nú frægt að hafa sagt að ef að skipstjórinn aflar ekki þá verður það að skipta skipstjóra. Já, og nýjan kall í brúna. Já. Þegar ég sagði þetta bara var ég búin að gleyma þess að þeir eru með 6% eða rúmlega 6% fylgi. Ég held að hann er ótvíræður. Nei, ég veit það ekki. Nei. Og það svo sagt alltaf að Framsókn getur alltaf dregið eitthvað upp úr hatti sínum. Já. En það er nú ekki alveg þannig. Það er ekki eins og Framsókn hafi unnið allar kosningar. Nei, þeir töluðu áðan aðeins barnamálaráðherrann og skólamálin. Þá datt mér í hug þeir eru búin að fylgjast með þessum fréttum. Datt mér í hug það sem að þú segir stundum, sko, hann
þáði stöðun en ekki starfið. Já. Hann er ráðherra, en hann er með einhverja áriðandi skýrslu sem hann skýlar ekki, þú kom meirinn ár síðan átt að gera það. Já, mér finnst þetta, ég myndi ekki segja þetta Ásmund Einar. Ég held að Ásmundur Einar, sko, það eins og hann kom inn í einhver ráðuneyti og sé með einhverja svona hugmynd það hvað það ná út úr því. Hann náði þarna með því að gera sig að barnamálaráðherra, þá náði hann svona lagabreitingum sem ættu að geta orðið grunnur þess að það yrði svona tekið heildstæðara á málum, sko, krakka sem svo veist, er einhvern veginn á jaðrinum eða er að búa við vondar aðstæður eða er að glíma við einhvern vanda. Þannig að mér fannst hann vera enda vann sömuleyti sko Framsóknarflokkurinn kosningarnar á hans starfi. Það var alltaf, já, við ætlum að gera svipað og var gert í barnamálaráðuneytinu, sagði hann Sigurður Ingi ætla að gera í innviðaráðuneytinu sem var svo ekkert úr. En það var svona... Já, ég veit það. Og það var að því að hann var raunverulega, hann ætlaði eins og hann hafi hort á það. Hvað get ég náð út úr þessu, hverju get ég komið í gegn? Að taka stöðuna er sá sem er bara alltaf að halda einhverja hátíðaræður og er bara svífur ofan á og er ekkert að leggja mark sitt á málaflokkinn sem að ég held að eigi við marga þessu ráðurum. Já, þá ætla ég vitna í hinn ágæta Davíð Oddsson. Hann sagði að flestir ráðherrar verða mjög snemma húsvanir. Já. Og við skiljum það þannig að embættismennirnir nái að kæfa ráðherrann. Já, ef að ráðherrann kemur ekki með einhverja svona mission inn í ráðuneytið og veit hvað hann ætlar sér og veit að hann þarf að beita sér svolítið, þú veist, gegn þeim sem eru fyrir. Innanhús. Já, hann þarf að breyta stefnunni. Að þá er hann mjög fljótlega étinn upp af og verður eins og margir ráðherrar eru, eiginlega svona eins og blaðafulltrúar ráðuneytisins. Koma og heyra það á stundum, sko, þeir eru að verja einhverja stefnu sem maður bara heyrir á þeim, að þeir hafi ekki, þetta er ekki þeirra stefna, eða eitthvað sem að þeir vilja endilega, þeir bara... Þeir erindi sem þeim er sendt. Lesa spjöldum, það er Davíð notað alltaf að Joe Biden læsi alltaf ræðuna sína spjöldum. Það var einhver aðri sem að stýrðu. Já, einmitt, sko. Ég held að Guðlaugur Þór ætlar að gera eitthvað við sitt ráðuneyti, mér finnst það. Hann ætlar að ná fram einhverju breytingum. Ásmundur Einar var allavega þannig þegar hann var barnamálaráðherra ég held að hann kemur til okkar eftir viku að ræða skólamálin og þessa stöðu þannig að við getum farið yfir það. Mér fannst það sem að Svandís svona leit út fyrir hún ætla að gera einhverja heildstæða endurskoðun á kvótakerfinu. Svo fæddist bara lítil mús út úr því, sko, kom ekki neitt, sko, en þetta var eiginlega bara... Sópað út bara? Já, eða var bara í svona samráði við svokallaða hagaðila, sko. Sama með frumvarpið lagareldi, það sem var inn í því að veita fyrirtækjunum ævarandi aðstöðu í fjörðunum og öðru slíku. Þetta er bara eitthvað svona stefna sem bara vellur út úr einhverju kerfi þar sem að ráðuneytin eru alltaf með þessa hagaðila eða þá sem hafa peningalega hagsmuni að þessu að móta einhverju svona stefnu. Þannig ég veit að það er ekki margir ráðherrar sem eru með eitthvað svona afgerandi. Áslaug Arnar eitthvað svona vera með skrifstofuna sína hér og þar og er mikið á svona samfélagsmiðlum. Hún var reyndar með svolítið afgerandi sem að hefði kannski mátt ræða meira síðastliðinn vetur. Sem var það að taka peninga út úr háskólaframlögunum og veita þau svo tilbaka til verkefna sem var eitthvað svona samvinnuverkefni á milli háskóla sem er náttúrulega svona rúmsgleið til þess að styrkja einkarekna háskóla. Þannig að hún er með svona, en Þórdís Kolbrún er mjög afgerandi utanríkisráðherra. Hún er bara herskáasti utanríkisráðherra í okkar heimshluta. Það er bara að þú þetta að fara til Bandaríkjanna bara til Pentagon og finna annan eins herskáan tón. Titlar hún sig ekki sem varnarmálaráðherra? Já, og það er að því að við erum ekki með svoleiðis. Þegar það er NATO fundir varnarmálaráðherrana, að þá hefur hún farið þangað. Einhvern tímann í gamla daga þá var ofta embættismaður sendur á þessa fundi. Ég veit ekki hvort þetta hefur breyst sko formlega eða hvort það hefur bara gerst því að NATO er í stríði í miðri Evrópu og við erum að senda vopn og eitthvað leira. Hún er fólkin í Sjálfstæðisflokknum sem að leiðist þetta, hvernig hún lætur. Og hún hefur verið kölluð varnarmálaráðherra Úkraínu af svona hægrimönnum í Míneru. Og það er ekki allir ánægðir með þessa línu hennar inn í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að hún er ekkert sjálfkjörinn næsti formaður farið Bjarni frá? Mér hefur einhvern veginn ekki fundist það. En ég er ekki einvíður og einmúraður inn í Sjálfstæðisflokkinn. En ég held að sko hún er svona
hún er svona stjórnmálamaður sem að talandi stéttir láta meira með heldur en að sé sko að hún njóti sko stuðnings inn í flokknum. Við höldum að vera með þetta í næstu viku. Þakka fyrir okkur í dag. Já, og áður en að við kveðjum ætla ég bara að minna á að samstöðin er tilraunaverkefni sem að við erum að þróa áfram sem erum að búa til þætti, bæði megin vélarinnar og hinum megin. Í dag var það Pétur Fjellsteð sem að tók upp og sendi út og svo gestana sem að hinga koma og við þökkum kærlega fyrir komuna og ykkar sem að leggja við hlustir og horfið að þið búið til fjölmiðla efni út úr þessu samtal okkar og þið getið verið virkari þátttakendur með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar. Þannig hefur samstöðin byggst upp af góðri afspurn. Þið getið bent á að það má finna efnið okkar á Facebook og það má finna það á YouTube, það má finna það á öllum hlaðvarpssveitum, það má finna það í útvarpinu á 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu en það má líka sækja þær útvarpssendingar á netið, spilarinn.is og svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðina og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Það er nú með 5 á fjarstýringunni kannski. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauða borð hér og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Það sem að drífur þetta áfram er sá hluti áheyrenda og áhorfenda sem hefur gerst áskrifendur. Það við gerum könnun í apríl og þá voru það 40.000 manns sem að hlustuðu á þætti eða horfðu á þætti í samstöðurinnar í hverju viku. Af þeim hafa 1400 manns gerst áskrifendur og það er eiginlega fyrir þeirra framlag sem að okkur tekst að halda út í samstöðinni. Ef að þú vilt slást í hópinn og telur mikilvægt að samstöðin haldi velli og nái jafnvel að vaxa, að þá hvet ég þið til þess að fara inn á samstöðin.is þar er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráð þig. Grunnáskriftin er 2.500 krónur, þú mátt borga meira ef þú vilt. Og þeir sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En þetta er gott í bili, ég óska ykkur bara góðra helgar þar sem eftir aðvinni. Ég verð hérna aftur annað kvöld klukkan 8 en þá hefst rauða borðið. Takk fyrir.